Hver listamaðurinn Guðjón Ketilsson? Já, stórt spurt. Ég sem sagt ég myndlistarmaður og mín verk eru aðalega skúlptúr og teikningar. Það það sem ég fæst við og gjarnan svona í svolítið víðu samhengi. Ég hef notað í gegnum árin reyndar mikið tré í mína skúlptúra en svona seinni árin þá ég fann að nota bara allt mögulegt og gjarnan svona fundið efni eða afkeypt sem sagt einhverja hluti sem ég finn og nota í skúlptúrana mína. Efniviðurinn í þessari sýningu svona kemur úr ýmsum áttum? Já, einmitt. Og margt svona af því sem að svona tengslin í þessari sýningu eru mjög mikið í kringum svona bara hringrás í einhverju leyti í teikningun í skúlptúrunum sem sagt og í þessari teikningu til dæmis sem fyrir aftan mig sem veggteikning gerð upp úr sköpunarsögunni. Það til dæmis af því að ég tek fyrir sköpun, sem sagt, sköpunarsagan sköpun í sjálfu sér sem ég eyði með því að teikna ofan í hana og gera hana ólæsilega faktist, eða illæsilega. Þá komin einhver sköpun og eyðing sem hringrás og leið ég að skapa eitthvað, þannig að hún heldur áfram og meira sér heldur ennþá áfram í þessu tilfelli af því að þá verður málað yfir vegginn þegar sýningunni lýkur. Þannig að þetta eilíf hringrás og hringrás líka hluti af skúlptúrunum mínum sem hafa haft eitthvað annað hlutverk eins og þessi húsgögn sem ég nota gjarnan í mínum skúlptúrum fá nýtt hlutverk og þar með fer í gang einhver hringrás sem svo vonandi heldur áfram að einhverju leyti. Segðu mér örlítið frá þessu verki sköpunarsöguna. Þetta, þegar fljótt að litið, þá þetta einhvers konar línuform, en þarna hægt að lesa texta. Þetta bara... Já, þetta rennur saman, já, það faktist, já, það hægt að stauta sig fram úr þessu kannski að einhverju leyti, en hugmyndin samt að ég bý til eitthvað nýtt úr því sem til staðar. Það nú svona grunnhugmyndin. Og ég hef notað þetta dálítið þessa endurnýjun svolítið í minni teikningu. Ég hef gert til dæmis hinum megin í salnum eru Passíusálmarnir sem ég tók á svipaðan hátt, vann á svipaðan hátt og þetta að sem sagt taka fyrir hvern og einn sálm og afbyggja hann á þennan hátt og eitthvað sem ég ætlaði að gera á sínum tíma þegar ég byrjaði á þessu, þá ætlaði ég að taka föstuna í það. En það reyndist aðeins yfirgripsmeira verk og ég var 1,5 ár að því, sko. Já, það hefur komið fram, þú varst 19 mánuði að þessu. Já, það rétt. Hvað, þú skelltir þér út til Rómar og ætlar að afgreita þar kannski bara yfir páska? Ég var svo heppinn að fá vinnuaðstöðu í svona residensíu og fékk ákveðinn tíma í það og til þess að reyna að undirbúa þessa veru þarna að þá setti ég mér þetta verkefni og vann að því bara hverjum degi og það náttúrulega það lá svolítið beint við að sækja kirkjur á daginn og teikna og teikna Passíusálmana píslagönguna og allt það. En á vissan hátt þá þetta dálítið samt svona formrænt verkefni. Þetta ekki bara, þetta eiginlega ekki að minni hálfu neitt trúarlegt subjekt, heldur þetta, ég að fást við svona menningarperlu okkar Íslendinga, Passíusálmana, en líka þetta að þetta texti sem okkur bara kær, Það verk einmitt
mjög smátt í sniðum. Hver sálmur, hann rúmast á síðu, en má segja, mun smækkari mynd af þessu stóra verki sem hérna upp á vegg. Já, akkurat. Og það þú ert að nota sömu tækni? Sömu tækni, já. En það kannski, það kannski eitthvað sem af því að þetta svo smátt og ég teiknaði þetta alveg í belg og biðu, það engin bil á milli orða og ekkert bil á milli lína, þannig að þetta mjög samþjappaður texti, en í tilfelli passívsálmanna þá þetta svo smátt að ég hugsaði mér að þetta tilvalið svona bókaefni, þannig ég ákvað að gera úr þessu bókverk sem ég prenta aðeins í 50 eintökum, þannig að þetta svona dálítið eins og grafíkverk, það bara tölusett og áritað. En kallar á sem sagt nánari skoðun heldur en mynd á vegg og í flestum tilfellum þegar svoleiðis að ræða þá stígum maður tilbaka og virði verki fyrir sér, en í þessu tilfelli þá þarf maður að skoða þetta alltaf nálægt. Ég get ímyndað mér að þú hefur unnið þetta verk undir stækkunargleri? Já, í alvöru það gerði ég í mörgum tilfellum. Ég meina þetta var svona að því mér langaði að fá að þetta rynni svolítið saman og myndaði svona heild, en þetta var svolítið flókið verkefni líka af því að ég vildi binda þetta í ferning, ákveðna stærð allt saman, og ljóðin mjög mislöng og þannig að þetta var líka svona eitthvað sem ég þurfti að reikna svolítið út bara stærðarlega. Og hversu trúr ertu þá textana þar? Algjörlega. Algjörlega? Já. Og hann bara passar inn í formið, þennan kassan? Já. Af því ég bara stundum þurfti aðeins að greikka sporið og stundum þétta, og þetta var svolítið snúið, en skemmtilegt bara. Þetta í raun og veru alltaf það sama sem maður að fást við í sambandi við bara myndsköpuna. Ég meina, þú ert að díla við nákvæmlega sömu hluti, bæði svona estetískt og hlutföll og allt saman, kontrasta og ég veit ekki hvað. Og hvernig var að vinna með Hallgrím Pétursson? Það var ákaflega skemmtilegt. Ég hef nú sagt frá því aðeins, ég setti mér það líka að reyna að læra passívsálmana, sem náttúrulega ansi stórt verkefni, 50 ljóð og heil bók faktískt. Og það gekk ágætlega svona framan af, en svo bara var lítið það gekk ekki alveg. Þú ert með ljóð hérna á veggjanum sem 10 ljóð sem Sjón hefur reyndar túlkað, 5 þeirra? Já. Segðu okkur aðeins frá söguna og bakveða, hvernig þessi ljóð eru til. Þetta byrjaði þetta ekki á einhverju harðorðu bréfi frá borginni? Jú, það var reyndar svoleiðis að það var tré í garðinum mínu sem slúti aðeins of mikið yfir gangstéttina að þeim fannst hjá borginni, og mér var gert að klippa niður greinarnar, og sem þú veist ég gerði alveg samviskusamlega, en þegar ég var búinn að því þá það var nú snævi þakin jörðin og greinarnar lágu þarna út allt, og mér fannst svona þegar ég horfði niður bara að þetta væri eitthvað skilaboða handan eða eitthvað, það því að jörðin leit út eins og teikningarnar sem ég var með niður á vinnustofu. Þannig að mér fannst þetta dálítið svona, ég ákvað bara strax að fara með þessa greinar niður á vinnustofu og fara að vinna úr þeim, og sem í raun og veru líka, ef maður hugsar út í það alveg í samhengi við bara annað, hvort sem það skiptir ekki máli hvort það eru greinar af trjánum eða húsgögn úr búð eða eitthvað. Það er þessi hringrásar pæling svona. Svo eru þessi skúlptúrar hérna á gólfunum, það síðan enn eitt formið sem þú ert að vinna með. Já, það hluti af þeim eru eldri verk sem ég hef sýnt áður, og mér langaði dálítið að spegla þau svolítið í þessum tungumálaverkum og sjá þau svona í þessu samhengi, af því að þau eru, ég nota mikið bækur í þessum skúlptúrum,
og bókin svo hlaðin svona merkingu að ég meina maður kemst aldrei mikið frá því að þarna texti og Þú ert að vinna með texta í þínu verkum og bækurnar þar geyma texta. Já. Þannig að það nú mín forvitni sem að dræfið í því að nota þá inn í þessu. Þú ætlar að vera með leiðsögn þessa sýningu núna í mars. Já. Svona skýra verkin fyrir fólki. Já, allavega að tala þau, sko. Ég ekkert sem ég geti skýrt þau mikið nema upp að ákveðnu marki ef að svona hlutir eins og bara hvernig þau hafa orðið til og úr hverju þau koma, hvaðan þau koma og svoleiðis hlutir. Ég skil þau ekki alveg þannig að ég get ekki alveg skýrt þau heldur.